Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 21 af þessu hlaðvarpi. Áður en ég fer of langt, þá langar mig rétt að minna á það að uppritunina af þessum þætti má finna á Patreon síðu þáttarins. Í dag þá langaði mig að tala aðeins eitthvað sem að við erum mörg okkar upptekin af, sérstaklega á þessum árstíma. En ef að þú ert að hlusta á þetta hlaðvarp yfir höfuð, þá ertu örugglega hvort sem að pæla í þessu reglulega og það að bæta sig. Það að bæta sig. Þau okkar sem að eru að stunda það að læra eitthvað eða að æfa okkur í einhverju eru mjög upptekin af því að geta orðið betri í einhverju en við vorum áður. Til þess erum við að læra hlutin. Ég held að flestum okkar þykir það ágætlega sjálfsagt hvernig við förum að því að bæta okkur. En ég held að það sé talsvert erfiðara að meta það hvenær við höfum bætt okkur. Því það eru ekki allar framfarir sem að finnast í heiminum sem að eru endilega mælanlegar eða sýnilegar. Sumt jú mjög sýnilegt ef að þú byrjar í líkamsrækt og stundar hana 3 í viku eða jafnvel daglega í 3 mánuði og skoðar svo mynd sem að þú hefur tekið af þér áður en þú byrjaðir og svo eftir að þú kláraðir þetta tímabil, þá ertu eflaust að fara að sjá muninn, að þú ert líklega í talsvert betra formi eftir þessa 3 mánuði heldur en þú varst fyrir 3 mánuðum. En þarna kemur upp einmitt ákveðið vandamál. Þú getur séð muninn með því að skoða mynd sem að orðin mjög gömul. Þá verður munurinn augljós. En þú í hverju augnabliki, þú á hverjum degi, getur ekki endilega séð hver munurinn á þér. Það mjög erfitt að meta það hlutlægt, objectively, hvort að þú sért betri eða verri eða eins og þú varst bara daginn áður. Við sem manneskjur erum frekar léleg í því að meta stöðuna á okkur. Til dæmis hafa sálfræði rannsóknir sýnt okkur að við erum með frekar lélegt tímaskinn. Ef að einstaklingur situr í herbergi og vísindamenn láta einstaklingin sitja í herbergi án nokkurs að gera, bara að láta einstaklingin sitja inni í herbergi og gera ekki neitt og það eru engir hlutir í kringum einstaklingin og engin klukka að sjálfsögðu og eftir ákveðin tíma eins og korter eða hálftíma, 20 mínútur, 40 mínútur að þá koma vísindamenn inn og spyrja einstaklingin hvað hefur langur tími liðið síðan þú komst inn í þetta herbergi. Og þá eru jafnvel fullorðin einstaklingar mjög lélegir í þessu. Að þeir annarkvort meti tíman of stutt eða of langt. Að þau hafa setið og látið sér leiðast í korter en þau segja þá kannski að það sé búið að vera 20 mínútur, 25 mínútur eða of lítið og segja 10 mínútur eða 5 mínútur. Þannig að við sem manneskjur erum frekar léleg í að meta stöðunu okkar hlutlægt. Við skiljum ekki svo vel hvernig tilfinningar okkar lita
upplifun okkar af okkur sjálfum. Eins og til dæmis bara í þessari tilraun sem ég var að nefna. Þeim sem að leiðist ótrúlega mikið allan þennan tíma er að fara að upplifa þennan tíma sem hann bíður miklu lengur heldur en hann er í rauninni. Hugsaðu líka það hversu hægt tíminn leið á meðan þú varst barn og svo þegar þú eldist og verður fullorðinn þá byrjar tíminn að líða svo ótrúlega hratt. Upplifun þín breyttist eftir því hvernig kringumstæðurnar þínar breyttust. Þetta sama á við það hvernig þú metur það, hvernig þú bætir þig. Fyrir áramót þá gaf ég út þátt sem að heitir markmiðasetning. Ég held að það sé þáttur númer 18. Þar sem að ég talaði þetta hvernig fólk getur sett sér mælanleg og góð markmið og þá hvernig maður geti fundið leiðir til þess að mæla árangur sinn. En það þá kannski stóra myndin að maður eftir einhvern ákveðin tíma geti séð að já, ég náði einhvers konar stóru markmiði hérna. Ég ætlaði að ná að gera þetta á þessu ári, þessu halva ári, þessum 3 mánuðum og svo framvegis. Hvernig getur maður metið það hvort að maður sé að bæta sig frá degi til dags, frá klukkutíma til klukkutíma? Það nefnilega mjög erfitt og það kannski þess vegna sem að fólk setur sér yfirleitt frekar ávanabundin markmið, habitual goals, því að það miklu léttara að meta það hvort að þér hafi tekist að gera þann hlut yfir þennan dag eða yfir þessa viku sem þú ætlaðir þér að gera. Burt séð frá því hvort þú hafir náð að gera eitthvað ákveðið mikið af þessum hlut á þessum tíma. Ég held að það að læra stórfenglegan hlut eins og heilt nýtt tungumál sé eitthvað sem að falli í þennan flokk. Af því að maður getur verið heila lífstíð að læra tungumál og jafnvel bara 1 tungumál. Það verður svo þú sem ákveður hversu langt þú vilt komast innan ákveðins tungumáls, hvenær þú getur ákveðið að þér líði hreinlega vel í tungumálinu og þarft ekki að stunda það að læra málið jafn mikið og þú hefur þegar gert eða hefur þegar verið að gera. En hvernig þá hægt að meta sig frá degi til dags hvort að maður sé að bæta sig eða ekki? Frekar en að koma með einhver ákveðin dæmi sem eru endilega vísinda sönnuð, þá langar mig frekar að koma með dæmi frá sjálfur mér og ákveðina hluti sem að ég hef þurft að læra það hvernig ég bæti mig. Ég sem tónlistarmaður hef þurft að læra það að sama hversu góður eða flinkur ég eða orðinn, þá alltaf hægt að gera meir og hægt að gera betur. Ég held að ég muni aldrei verða lentur á ákveðnum stað þar sem að ég get heitið góður eða tilbúinn tónlistarmaður. Þó að ég sé orðin mjög hæfur í að gera ákveðna hluti með hljóðfærinu mínu, þá ég samt einhver tíma að fara að gera eitthvað sem að verður furðu erfitt fyrir mig, þó að ég skilji hlutin alveg vel í hausnum mínum. Þá bara eitthvað í því hvernig ég beiti minni tækni sem að ekki alveg nógu gott til að gera hlutin vel. Það geti tekið mig furðu langan tíma að læra hlutin. Það getur verið að ég sé ekki með nógu hraðar hendur eða fingur til þess að gera hlutin á sannfærandi máta nógu hratt. Og það alltaf smá vont. Það alltaf smá leiðinlegt að lenda á þeim stað að muna, vá, ég ekki komin með meira en þetta. Það ennþá svona margt eftir.
til að koma aðeins inn á tungumála lærdóm, þá er þetta eins og það að rekast á orð sem að þú veist ekkert hvað er og getur ekki ímyndað þér hvað er. Eða til dæmis eins og ef að þú kannt tungumálið nokkuð vel nú þegar og þú lendur í því að vilja tjá þig á einhvern ákveðin máta, kannski eins og til dæmis að segja setningu sem þú getur hæglega sagt á móðurmáli þínu, en svo rekstu á það að þú ert að spinna texta, þú ert að tala annað tungumál og þú kemur að þessum stað þar sem þig langar að segja þannan hlut, en orðið hreinlega kemur ekki. Þú kannt ekki orðið og þú rekst á það, vá, ok, ég er búin að læra þetta tungumál svo lengi en samt er það ekki komið. Það sem að mér hefur tekist að læra sjálfan mig og svo fengið að sjá í gegnum niðurstöður rannsókna á þessu viðfangsefni er að ég gæti unnið hart að því að ná að gera einhvern ákveðin hlut. Segjum til dæmis bara í þessu tónlistardæmi að ég mun vinna hart að því að ná að spila 1 eða 2 takta, 1 or 2 bars, í einhverju verki sem að eru einhverra ástæðna vegna ekki að skila sér í puttana mína. Það er eins og puttarnir mínir séu of heimskir til að ná að gera þennan hlut sem að hausinn minn er að reyna að segja þeim að gera. Þannig að þetta er eins og einhvers konar ráðgáta eða gáta. A puzzle is effectively the word I'm trying to look for. Og það sem maður gerir við svona gátur og verkefni er að maður vinnur í því þar til að maður leysir það. Mér mun ekki takast að leysa þessa gátu á þessum sama degi og ég er að reyna að leysa hana. Það er það sem að mér hefur tekist að læra. Þennan sama dag og ég reyni að gera það sem að virðist vera mér ómögulegt, mun ég ekki ná. En ef að ég hef í alvörunni unnið í gátunni og reynt að leysa hana, þá mun ég ná áfanganum og takast að leysa að minnstakosti stóran hluta gátunar daginn eftir. Einhverja kraftaverka vegna þá mun það erfiði sem að ég lagði inn daginn áður ná að skila árangri sem að ég sé og finn fyrir og tek eftir daginn eftir að ég gerði erfiðið. Fyrir þá sem að stunda líkamsrækt þá þekkja þeir þetta að sjálfsögðu, því að stór hluti af því að ná að bæta sig í vöðvakerfinu er að taka hvíld eftir að hafa reynt á sig. En heilinn er ekki vöðvi, puttarnir eru ekki vöðvakerfi. Þetta er nær því að vera eins og taugakerfið, að þú segir ákveðnum hlutum líkama þíns að hei, hérna er hluturinn sem þú þarft að gera. Eða í tungumálum, hérna er orðið sem þú ætlar að muna. Hérna eru upplýsingarna sem að þú ætlaðir að kunna og að geta sótt í þegar að þú ætlar að segja þennan hlut. Og hérna er þá það sem að við erum búin að komast að í vísindunum. Það er að svefnin spilar þetta mikla lykil hlutverk í því að láta okkur læra. Þetta hljómar sjálfsagt að svefn er mikilvægur og að það er gott fyrir þig að sofa mikið. En ég sem tónlistarmaður hafði ekki áttað mig á því endilega hversu mikilvægur hann er. Þá hefur það sýnt sig að á meðan við erum að læra betur og betur af hverju við sofum og hvað gerist þegar við sofum, það er að heilinn er farinn að flokka minningarnar og reynslurnar sem að við höfum safnað yfir daginn eða vökustundirnar og setja hlutina á rétta staði
í hausnum og þroska tengingar á milli til dæmis upplýsinga til annarra upplýsinga. Sem hluti af þessu þá talað það sem heitir ameliation, sem ég ekki alveg viss hvað heitir á íslensku, þar sem að taugafrumurnar setja á sig slífur, a sleeve, sem að bætir sambandið á milli ákveðinna taugafruma og hraðar þá á samskiptunum og boðleiðum á milli einnar frumu til annarar. Eins og til dæmis fruma í hausnum mínum sem það segir puttanum mínum að gera ákveðin hlut. Þá vegna þess að ég hafði gert svo mikið erfiði yfir daginn á meðan ég var vakandi að reyna að kenna puttanum mínum, hei, þegar þú ert komin á þennan stað, þá átt að gera svona. Og svo yfir nóttina þá gerist eitthvað þar sem að sambandið batnar, boðin verða skýrari og maður gerir hlutin skilvirkarar. More efficiently. Þetta sama á við það að læra tungumál, að læra orðaforða og af hverju það stundað svo mikið tal active recall. Því að í það sem að kallað active recall þá ert þú að leggja erfiðið á þig. Þú ert að láta hausinn þinn gera eitthvað erfitt og að styrkja tengingu frá einni taugafrumu sem að hugsar, oh shit, nú þarf ég að segja þetta orð og tengja það við sjálft orðið og það upplýsingar sem að eru geymdar í hausnum þínum. Þannig að þú munir þetta betur. En þessi tengsl eru þá sérstaklega bætt á meðan þú sefur. Þess vegna gott að reyna að gera nógu mikið og gera eitthvað nógu erfitt á eins og hverjum degi eða annan hvern dag eða hvenær sem og setja það inn í hausinn þannig að þegar þú sefur þá getur líkaminn tekið við verkefninu og hjálpa þér að verða svo betri daginn eftir. Ég held að þetta sé það stórt viðfangsefni að ég gæti þurft að tala meir þetta í öðrum komandi þáttum. Ég alveg að komast yfir tímamarkið mitt núna og ég finn það á mér að það margt fleira sem að ég náði ekki að snerta á innan þessa viðfangsefnis sem að ég gæti verið að nefna hér. Þannig að kannski þetta eins og fyrsti hluti af mörgum eða nokkrum kannski frekar sem að gæti orðið að lítilli seríu. Sjáum til, en allavega þá ætla ég ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.